Já, ok. Það eru syndaseli sem eru komnir hér með freyðivín, Það er poppi. áramót hjá okkur. Það eru áramót, svolítið seint, en hér eru við komnir með, hvað freyðivín er þetta? Þetta er kremant, veit ég. Cremant. Ég hef nú keypt þess einhvern tímann bara í ríkinu, François Martinot. Já, Þú hættir fyrir þig. heldur að sé. Þú færir eitt glas, ég tek flöskuna. Ok, ég fæ mér hérna 10 dropa. Herðu, syndaselir er komnir aftur. Já, ég ætti ekki að vera að fá mér vinglas eftir. Ég var að koma frá Mílan. Ok, hvenær lendur þú? Bara í gær. Oh my god, þetta er bara svona fest. Já. Þannig að þú ert ekkert búin að taka einhverja almennilega kjörnun eftir þetta kannski? Eða? Nei, en þú veist, það var alveg við því að búast og þetta, kjörninu var ferðin sjálf. Já, var þetta svona heilsuferð? Þetta var ekki heilsuferð, síður en svo. En þetta var, það var bara stórkvæslu ferð. Þú verður að, sko. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt í hana, en ég ætla að fara samt í það að þetta er sem sagt góð vinnur okkar, Víkingur Kristjánsson, sem er alinn upp, ekki reyndar í Mílan, heldur rétt fyrir utan, en allir vinir hans búa þannig í Mílan. Einmitt. Og ef þetta er eitthvað svona gaurar sem eru líkir Víkingi, þá er þetta töffarar. Ég skildi, þetta er fyrst skiptið sem ég fer til Ítalíu með honum, sko. Og hvernig var svo upplifun? Og ég, eftir að vera búin að Víkingur er búin að vera bara nánast þessu fjölskyldumeðlumur, bara öllu sjár hjá mér. Einmitt. Þannig skildi ég hann. Þannig fattaði ég. Þú fattaði sko hans uppruna og hans... Ég fattaði Víking almennilega þannig. Því ég sá hann... Hvernig Víkingur varð Víkingur? Já, og bara með öllu sem vinu sínum og þú veist, þetta var flott, sko. Og... Flestir ætti að þekka Víking sem hlusta, en þetta er náttúrulega sameiginlegu vinnur okkar sem við höfum verið að vinna með í gegnum árin og á bar. Já. Og sjúklega skemmtilegur, sjarmerandi, ólst upp á Ítalíu, talar hérna reibrennandi, var ekki svolítið flott að hlusta á hann? Það er sexy. Það er svo sexy. Já, og þarna... Þessin er ég að læra ítölsku. Ertu að læra? Já. Ég ætla á Duolingo. Já, ég er náttúrulega... Ertu að spóða fyrir námskeið? Ég ætla að koma með. Ég get farið í námskeið, ég sko skildi 90% af ítölsku. Já, geggja. Og svo það er, því ég var 17 ára, svo glemdi ég öllu. Þannig að ég er komin í upprifun. Ég ætla að vera sexy. Já, þetta er sexy, sko. Ég fattaði það. Næst ekki í Ítalíu ætla ég að vera með einhver fleiri orðar hreinu. Já, bello. En það sem er að þarna þú veist, þetta var skemmtilegt. Bara það var gaman að detta í það með þeim, það var gaman að fara þarna með þeim. Þú veist, ef maður er ekki, ef ég og þú hefum bara verið þarna tveir, þá hefðum við hefðum ekki gert nærrið í eins og Ítalinn gerir þarna. Nei, þú veist, og að vera með lokal. Já, sko, og líka bara lokal. Þú veist, þetta eru mennirnir á Ítalíu, þetta eru mennirnir í Mílan. Innvakst bara, já. Og þarna og það sem að er að bara tökum dæmi, bara maður fyrir á barinn með þeim. Það er aldrei hangið inni á barnum. Setið fyrir utan. Já. Í hvað veðri? Einhverju pjatsa hana. Já, svo tekur bara með rauðinsflöskun út úr glasið og svo reykir. Og það skal er reykt. Já. Ekkert eitthvað djöfusins. Það er ekki veipað eða eitthvað. Þarna er reykt, þarna reykja allir og það er cool að reykja aftur. Það er það. Það er flott að reykja. Það er það. Og þannig ég reykti svona örgulega 8-10 sígarettupakka. Pakka? Liggu við. Já. Ég meina það var bara reykt. Ég bara með rauðvinunu. En svo vorum við bara að fara út um allt. En það sem stóð eiginlega upp úr í þessari ferð, það er Inter-Napoli-leikurinn. Inter-Mílan-leikurinn. Já, var leikur. Fóruð þið? Fórum við. Oh my god. Ég get sagt þið það að þarna fórum við með sko, við vöknum á það mjög stífþundir á sunnudaginn og eftir mikið fyllir á laugardeginum þá vöknum við og ég sef bara út, þú veist, ég sef til 3 eða eitthvað, ligg bara eins og bara í fríinu, ligg bara í fríi en þarna við rýjum okkur lappir og þar býður vinars Víking sem heitir Pico. Hann býður eftir okkur ásamt vinnu sínum. Þetta eru bara harðkjarnin af Inter Mílan bara svona nætur lífinu fans, bara Inter Mílan Inter Mílan fans fótboltaliðið all in þetta eru menn sem sko, hefur heyrt sko, Inter Mílan er með sem sagt sko, það er stúka á San Siro sem heitir Curva Nord og á Curva Nord og þetta er stúkan sem er bara beint á móti norðamein, beint á móti markinu þú veist þar eru sem sagt þar eru menn sem eru kallaðir sem sagt Inter Mílan Ultras
Die Hard. Já, þetta er bara die hard Inter Milan fans. Bara eins og svona silfurskeiðin hérna á Íslandi. Sko, allir íslenskir fótbolta áhugamenn sem að fara á fótboltaleiki þykist vera bullur. Það er ekki, there is nothing þarna. Og máli að ég örugglega einn af fáum útlendingum fyrir utan Víking, hann náttúrulega alveg upp þarna. Sem að hef farið á þessu stúku. Fengið svona special leyfi? Sko þannig ég þurfti að skrá mig inn sérstaklega, þú veist, á netinu og eitthvað, og ég þurfti að fá, nú ég sko orðin partur af Inter Milan Ultras fans. Oh my god, þannig að þú ert mest að bulla Íslands eins og Í raun og veru. Og þegar fólk tala ég fór að San Siro leik, þá bara, það myndi engin útlendingur bóka sig inn á þessa stúku þarna. Ok, og lýstu stemningunni. Little did I not know, haldið Ég skal lýsa stemningunni. Stemningin þannig að við förum hittum á írskum bar sem ég þóttu ógeðslega væntum. Og við fórum í írskan bar að því ég var svo þunnur og ég get sagt ykkur það, þarna fattaði ég líka að ég er íri. Já, ég líka. Að því leið og ég lappaði í írska barinn, þá lagaðist ég. Já, þú komin heim. Já, ég og Víkingur, við höfum smáfarið, við höfum verið eitthvað kýtakvöldan áður, bara leiðu við opnum hurðina inn. Leiðu við opnum hurðina inn, þá fjallans upp í vaðmásin, við þurfum að hætta að kýta. Já. Og rífast. Þetta er Írin í okkur. Já. Írin í mér. Nei, þetta er sko Ítalinn í honum. Já, og Írin í mér. Já, þetta er ekki kombo. Og við þurfum bæði vei, bara smá skot, við þurfum að taka saman svona DNA-próf. Ég ætla að kaupa í Bandaríkjunum. Ég er með þér. Ertu með? Já. Mamma gerir þetta, pappi gerir þetta. Ég er part Eskimo. Það hleit að vera. Já, ok, alltaf bara loka það. Nei, en ég er samt líka með 30% íra eða eitthvað. Ok, ég vil meina að ég sé svona 90%. Ég verð ógeðslega leiður að það kemur bara... En sko, það er bara pappa megin. Ég eftir að veita mömmu megin. Ég er sko með freknur á höndunum og... Við kaupa nýtt próf. Og rauðskegg. Já, einmitt. Þannig að við erum írar. Það sem ég gerir sér, við förum að fáum okkur bjór þar og það eru þetta staðið úti. Og þannig eru þeir bara standa þarna ótrúlega og þetta eru sko, þér að segja ég veit ekki hvort ég megi segja þetta en ég ætla að segja þetta eru svona, þú veist, einhverjum sem strákum það eru svona smá glæpamenn af vinnumenn þeir skilja ekki íslensku það er verið að vinna með einhver svona glæpi Já, ég meina og að ég held, eins og ég skildi þá tengist það þetta Milan Ultras Já, fyrir lengi sem það er ekki mannsal eða eitthvað, þá er þetta góð og þeir eru rosa góðir þú veist, þetta glæpamenn og ég er eins og ég og Írin líka það er instant tenging Algjörlega, þú dæmir ekki Nei og þeim finnst ég skemmt, þeir finna það Já, og finna líka bara húmor í hómanum og eitthvað svona Húmor í hóma en það sem að gerist er að við við förum að fá maður okkar bjóra þarna, ég ásamt þessum svona smákleppamönnum þarna og það sem er með þetta Milan Ultras, þetta er raun og veru hann lítil kleppasamtök þú veist, næstu því hver einasti maður í stúkunni þarna tengist einhvern veginn, þú veist, þeir stjórna bílastæðanum fyrir utan San Siro þeir stjórna svona einhverju þetta er svona smá kleppa samtök einhvern veginn Já, það er mjög smá glæpalegt að stjórna bílastæði en þú veist, en það lítur að vera partur af einhverju stæði það er ekki óvart og það sem að gerist er að þarna labba ég inn og fyrsta lega náttúrulega er þetta fyrst skipti sem ég fer almennilega þarna bara þú veist, á San Siro og þarna labba ég inn og það við tekum bara, þú veist, ég fekk þetta var þvílíka, sko fyrst þegar þú lappar þú ert að lappa sko stiga ofan og stiga upp til að komast þannig, það tengir ekki alveg þetta er svo stórt, þetta er 87.000 manns á þessu leik þar að verum við þarna 4.000 Últra sem ég er orðin í dag við strákarnir herru, svo lappa ég inn þarna í stúkuna og þá er leikun, það er kannski tímyndir leik og þá er svona uppbytun og við þessa stúku, það er einhvers maður sem er á svona hátalari kerfi sem er að syngja svona söngvana og er að láta svona í sér heyra og Andiamo ragazzi eitthvað svona þú veist, aðeins vera en það sem að gerist er að svo eru svona nokkri strákar svona stráklingar sem er allir klæddir í svörtu bara með sígarettu í kjáttinum með einhvers konar, þú veist Tattoo? Nei, ekki, þú veist, bara þú veist, með svona sleiktalega hárið, þú veist, og þannig að Svona myndalegir húligans sem eru samt sem að klættir svona daldið svona, þú veist, sem eru samt sem að daldið letslegir, sko. Já. Og þeir eru að sjá til þess að allir í stúkunni sé að syngja. Stýra. Já. Konduktors. Og þeir fylgjast með, horfa stíft í augun á hvort öðru
og fylgjast með, bara ef þú ert ekki að syngja þá bara láta þið vita. Já. Þannig að ég var strax... Og hvað gerist ef þú ert ekki að syngja? Þú veist, þú fær einhver svona áminningu eða þú færður, kannski mögulega. Rautt spjald. Þannig ég var strax orðin hann í þessari stúku hot target fyrir þá. Ég veit að það var ekki enskir söngvar. Nei. Og þeir sáu alveg á mér að ég var samt duglegur að fylgja eftir, sko. Já, reyna. En þeir sáu þetta á mér, ég var að, þú veist, ég var ekki alveg... Nei, þú varst, sko, að hugurinn, hjartað var að réttum stað. Hjartað var að réttum stað, en ég var svona 3 sekundum eftir í öllum hreyfingum. Að ég var svona að fylgjast með. Og svo var líka verið stressar að þeim leiðin sem ég væri með einhver svona lögreglufylgd, að þú veist, það var ekki yfirvald yfir mér. Já. Og þannig að þeir voru strax orðnir bara farin að horfa á mig og alltaf bara... Oh my god, stressandi. Heyriði, hvað gerist? Svo svona 10 mínútum inn í leikinn skorar Inter. Og þarna, þú situr ekkert í þessari stúku, þú stendur og ég á, sko, fyrstilega er ég þarna 3. degi eða 4. degi á fyllir í fyrir, sko, ég á erfitt jafnvægi yfir höfuð. Já, það er eitthvað í eyranu þarna. Já, og þannig að ég stend þarna og er eitthvað að reyna að halda hreyfingum og svo skora þær, þá verður bara allt vitlaust. Þeir eru náttúrulega kunnulega að halda þessi jafnvægi og þeim er líka alveg sama á þetta dettið að með sig. Þeir eru strákar sem eru búin að vera hverjum einasta sunnudegi frá þegar voru kannski svona 12 ára í þessari stúku þá. Já, bara úlstra stúkunni. Þannig að þú veist, þeir eru alveg með þetta á hreinu og þarna er bara, svo skora þeir og þá bara fellur fólk niður, bara 5 sætaræði niður og bara rínu niður og það er bara allir að það og ég sé bara, víkingur sér mig og ég byrja að detta víkingurna er að taka svona í mig svo sé ég bara mannhafið bara eftir mig, bara hrynja niður á stúkunni og allir bara, og allir samt úrslega ánægðir að detta, allir bara, þú veist, allir bara í og sko þvílíku faðumlögum bara hrynja niður og ég bara, og ég sagði þetta verður líka mitt síðasta. Já, þú ætlar ekki að halda áfram í úlstrafélaginu. Jú, auðvitað er ég það, þú veist, ég það bara venjast. Já. Bara námskeið. Þetta er allt spurningum að varna. Heyrði, og svo er bara haldir, og því eftir þetta mark verður meira og meira aggressífari stemning. Þannig fólk byrja, ég hafði ekki hugmynd hvort einhverju 2 gæjar voru í raun að slást eða faðmast. Bara að kissast. Eða kissast. Þú veist, og það hefði náttúrulega verið bara ennþá með röf. Og þannig að ég... Þannig að þetta var orðið ótrúlega röfstemning að það. Það móti hverjum voru og Napoli. Já. Og þeir eru líka Napoli menn með einhverja bullur. Já, þeir eru með stertlið líka. Já, svo þurfum að bíða alveg 40 mínútur eftir að leikurinn er búinn. Það þurfum við, sko, og sérstaklega við hérna, við Ultras. Við þurfum alltaf að bíða í 40 mínútur. Sjálfsögðu. Eftir að leikurinn er búinn. Þú veist, til þess að... Það verið að bara eskorta hinum út og... En ég get alveg sagt þið það var tímabúinn sem hugsaði, please, ekki skora meira. Já. Ég hugsaði það, sagði það eðlilega ekki upp átt. Nei, Guð, þú hefur drepinn. En var skorað meira? Þetta var 2-2. Þannig að það kom eitt annað mark. Já, það var stemmar. En svo þú náður að standa í markið 2. Já, ég náði að standa í markið 2. Það var víti. Ok, hjúk. Þannig að það var svona aðeins meira undirbúningur. Þú veist, ég var ok, þú veist, en ég náði að setja mig í stellingar. Já, halda í. En það sem ég gerir sér að þú veist, ég vil alltaf halda mig Inter eiginlega bara fyrir Víking. Þú veist, maður gerir það bara. Ég fekk ekkert annað val þegar kom á þessu og maður var ekki að fylgjast almennilega með svo maður svona verið fægt og hægt að fylgjast með íslensku boltanum og alltaf held ég myndur, ég fylgjast svona alltaf með stöðinni. Já, þú veist meira. Hvar þeir eru. Já, þú veist, senda á hann eitthvað, Inter komin í 5, leðilegt, senda það á Víking eitthvað, leðilegt með það og svo er leikur sunnudaginn og af og til að ég fara að horta leik. Ég get sagt það, eftir ég er Ultras, þá er það hver einasti sunnudagur. Hérna frá. Verið helgaður hjá mér. Og horfa á Interleik. Það er bara upp í Smáralind og horfa. Eftir að hafa staðið með þessum mönnum þá bara, og það er bara Interbólur og Þú nú að fá þér últraból. Áfram. Já, það er mitt hljómar alltaf svolítið brútal, en þeir eru á ítölsku því það er bara svona áfram, bara djöfull var gaman en veistu það, en sko, já, ég mun fara aftur á leik með þeim og ég mun sem náttúrulega últrasmaður og gengin í klúbin búin að fá já við því. Þú verður að kaupa ég er með svona kort og allt sko. Nei? Já, veistu það, þeir sko últras svona mest almennileg, svona mest röff últras er ekki í neinu. Nei, ok, yfir það hafnir. Þeir bara mæta þannig mestlega ætla ég að eiga ég ætla að eiga trefil. Trefil? Já.
Það svolítið skemmtilegt. Þeir eru oft svona flottir. Já, það er trefill og húfa kannski. Ég segi derra getur verið gott. Derra getur verið því hún fer mig líka vel til hún. Já. Þannig að þannig að þið vitið það bara að þið sjáu mig einhver staðar í Smáralind. Í slag. Nei, það er náttúrulega sportbarni Smáralind farin út á nýju matöldinni. Þið sjáu mig einhver staðar einhverju sportbar með glæpamönnum. Kannski hérna nýja staðinu á hverju Stúkan. Hver veit ég verið þar. Þetta var eiginlega svona þetta var algjör upplifun og líka þegar maður hefur heyrt þess að gæja gæjarnir í Dr. Fútbol, Hjörvar Hafli og þeir talaði San Siro þeir með allt sitt fótbolta í hjarta munu aldrei ná þessari stemningu eða komast í últra ég meina þeir myndu aldrei fara þarna að því að máli eina ástæðan fyrir því, ég meina þeir spottuð með þarna og eina ástæðan fyrir því að ég hjakkað inni var eiginlega því ég með þarna Peko og bara litla bróðurins og Peko og litla bróðurins eru bara legends stóri bróður þeirra er einhver huge í þessu og hann er glæpamaður þannig að þetta er þannig að ég hjakkaði inni út af þeim ef ekki, það hefði verið spurt á ítölsku hefði mér bara verið kastað út af þeim og verið bara fundið annan stað þetta er ekki þitt það fann kúló sko en ég mun mæta næst alveg mun undirbúin ég verð mjög undirbúin fyrir þetta ég ætla að læra ég þarf augljóslega að læra þetta utan að alla sönguna lærir á ítölsku leiðinni svo verður þetta spurningu jafnvægiskinnið er þetta sjálfa það eitthvað? Já, ég er búin að kaupa mér stúku og svona reiki sem út ég kannski fer í Háká það er kórin lánaðan í kórin fimmleika ég fer þarna í kórin og fæl stúkuna lána af og til alltaf þegar ég fer að leik með þeim þá stendi ég stúkun og svona og æfir þið líka detta niður æfir maður hrynja niður stúkun og þetta var bara því sem ég klári þetta þarna voru að koma lið bara svo sjúkraflugslið á börum að sækja fólk bara úr stúkunni og það að vera að setja bara á þau hálskragan og þetta gæjarnir voru nær dauða lífi á börunum en þá þetta er rosalegt mér langar að var fullt eða var 80.000 manns það voru 87.000 held ég á þessum leik minn góður pældi magna fólk Íslendingar er ekki gerðir en ef ég fer með þér Danni þá ætlum við að sitja bara í stúkunni og hafa það kósi er það aldrei þórið þetta? Danni litli ég held að þú getur ég er náttúrulega ekki jafnstóra málið þetta er það sem ég ætla líka að klára að segja það var ótrúlega áhört að sjá þessi ítölsku stráka þarna þegar meðal að Ítali er svona svipa hára á þú veist allir vinur hans eru þarna ég bjóð þarna og allt inni var ég bara orðin bara ég var risi ég stóð upp úr ég er samt bara 1.87 nei nákvæmlega það er mjög hávaxið á Ítalíu mjög heyrðu, svo er ég líka daldið ég er með svona þú veist maður er alltaf þrekinn ekki feitur en svona þrekinn þrekvaxinn heyrðu miða við reykjandi Ítala og þetta fyndið þarna voru strákar eins og þarna litli bróður hans Peko og líka þarna Notse sem er besti vinnars Víkings þarna úti sem vorum hjá geggjaður Víkingur þarf bara að bjóða upp á svona ferðaþjónustu hann þarf að gera það og taka alla vini sína með hann tengjum þetta við glæpastarfsemina Mér það flott. Finnum einhverja leið fyrir það. Heyriði, en þarna eru strákar, bara ég svipa háar en þú, því þú ert með hennar svona suður-evróska svona stærð og líkama og svona nettir. Heyriði, þarna verða þessi litli pjakkar fyrir mér stækkuður svona 5 metra því að horfa á það með leiknum bara og bara með trinjandinu í stúkun og standandi aftur upp og þú veist, þetta eru gæjar sem ég getur vaða í fyrir mér í hvert sem er í þessu ástandi þarna. Það er gott að detta þegar maður lítill, sko. Þannig að það er betra að detta. Maður rúlar bara. Eðlilega átti ég erfitt með þetta, sko. En svo eitt annað líka, svo var það gaman líka, þegar fólk var að spyrja hvað ég var, það var eitthvað svona, bara hvað er þetta gamall eða eitthvað, og ég eitthvað svona, þú veist, ég er að vera fertur. What? You look great. Yes. Og þarna varstu hrifin. Þarna fekk ég mikið egobúst og þarna varstu eitthvað höslandi? Nei, það gafst eiginlega ekki tímar um þetta. Nei, með hljóman eins og það nú fyllir í því var eiginlega það mikið að þú einhvern veginn bara grændir fór bara hliðina. Þú varst ekki að fara að vera einhver sjarmur hérna í Nei, ég hefði ekki þetta var, og það er eiginlega bara þannig líka þú ert með sko svona skemmtilegu fólki eins og þú fer út með Víking sem er bara eitt skemmtilegasti maður að fara á, þú veist, það er fyrir mér, ef ég sé alveg eins og er að þegar ég hef verið margsinnis með Víking í útlöndum, það er ekkert eins gaman og gott og skemmtilegt og næs þegar maður situr með honum á einhverjum bar úti á fyrstu svona 10 drykkjunum.
þú veist, maður bara skellilægjandi oft líka transitionið skemmtilegast þú veist, að verða tipsi svo aðeins meira svo fullur og að vera með víking í þessum aðstæðum og víkingleika vera þunnur þegar víkingur sko góðir við mann þegar maður þunnur hann verður mjúkur og það annað líka með Ítalan án þess að þáttur ég að fara bara í þetta ég alveg til það it's just happening það með Ítalan að munurinn og þarna fattaði líka svo mikið hvernig þú veist hvað víkingur gælinn við mann alltaf bara, og hann kemur og snerti mann og knúsar og kissir á bákinnir og hann ekki svona eins og ég kem þegar ég að faðma einhvern, það var svona klappa maður svona, þú veist, harkalega íslenska hann stríkur mann og stríkur mann vangan og það allir Ítalinni gera þetta þú veist, þetta bara common síður þetta náttúrulega, blóðheita fólki þau eru touchy, þau dansa flott og geta snert ekki Íslendingar og ekki ég er snertifælin ég er mjög snertifælin og bara eins það voru nokkur skipti í þessari ferð sem ég var bara eitthvað góð með hann að gæja þú veist, það var eins og bara leiknum það var einhver sem hjálp bara hérna í mér og ég var alveg viss það að vera einhver að fara bara að berja mig hann er bara að halda í hann er bara að halda sér og það ekkert verið að spyrja þegar við vorum að lauga þetta svolítið í svipari stemningu það bara einhver pappelabbi, einhver full Íslendingur á móti brjálar, ákveður heldur í óksleina mér hvað það snert á mig þú veist að þegar við erum svo ógeðslega snertifælin og glötuð þetta er kuldin og þarna og hlýleikin þarna, mér fannst ég vera umvafin ást bara allstar sem ég satt þarna og það voru allir svo næs og allir svo og samt glæpamenn glæpamenn eru alltaf mest næs næsamenn og það fyrir mér eru glæpamenn oft besta fólk sem það finnur ef það ekki mannsal það ekki mannsal við viljum bara svona sexy glæpi bara svona þú veist svona smá svona mafíuglæpi allt í góðu smá bankarán eða svona stjórna bílastæðum og eitthvað en þú veist en þetta er svo mikil sem augljóslega bara byrjun á einhverju miklu stærra við vitum það alveg en það þarna það bara einhvern veginn með Ítalinn ég hugsa íslenska glæpamenn og þá hugsa maður kannski svona ég meina smá fordómar í manni en oft kannski einhverja erlendu bakiprótin og eitthvað og ekkert eitthvað sérstaklega sexy en ég hugsa ítalska glæpi og þá sé ég fyrir mér jakkaföt, sleikt aftur nei, þarna ég sé annað ítalska? Ég sé freka fyrir mér bara klæddir í einhverjum svona bara svona bomberjakkum Þú ert alltaf búin að sjá þetta? Ég er búin að sjá það Já, nákvæmlega Þetta er bomberjakkin alveg svartklæddur þetta er sígarettan vikið sleikt hárið og helst eyrnarhringur Mér það flott Mér smart líka. Mér það nógu nálægt þetta er bara stíl sem ég er að fara viðhafast núna, sem náttúrulega Ultra Derran Já, en ég ætla að fara einhvern veginn aftur að leik og það sem ég vil líka gera þannig, mér finnst að þetta er náttúrulega enn og aftur plan sem við gerum Við höfum alveg náða að gera plönum okkar en við þurfum eiginlega að fara saman líka Ég segi bara þegar það fyrir að vora kíkja til Mílan En er verið að fljúga þangað beint eða? Byrja að fljúga beint, ætla núna á febrúar Við flugum í EasyJet Það er svolítið þröngt þar Það var stemmari Já, býtu EasyJet, það er hann að gula það er alltaf eitthvað svona gult og svona bónus og á leiðinu út, þar hittum við konu sem íslensk líka sem býr á núti hún var með 2 börnin sín og einhvern kærasta og hún var bara komin að fyllir með okkur það var líka annað sem gerist Það eru 2 kærasta? 1 kærasta og 2 börn Já, ok í þetta sinn hún stóð þarna við okkur, við vorum farið að kaupa bjór handa henni, þeim fannst ótrúlega gaman bara við vorum að kaupa bjór og hvað kostar eitt bjór að núti? Bara svona Ertu að tala bara í Mílan? Já, við tölum oft kaffi eða bjór, þú veist, bara svona alltaf 6 eurur. Ég meina pældi, við fórum, ég er víkingur, við fórum eitt bar, fengum okkur 2 fennibranka, 2 bjóra, borgaði 16 eurur. Já, þú veist, auðvitað á maður bara að taka flugið. Maður sparar. Með sama félagi sem skiptir ekki máli, það EasyJet, það Icelandair, það fara með Viss, nobody cares. Sérstaklega býrði í útkvæðunum. Findir ódýrt fargjald ef þú ætlar að taka gott jam. Bara og hugsaður, ok, ég ætla að taka heila helgi á Íslandi. Ég segi, findir, og þetta er neytendaráð, findir gott fargjald, einhverstaðar bara með hverjum sem kostar ekki rass. Sem kostar ekki það mikið, findir bara ódýra gistingu og taktu djammið, frekar út í Mílan heldur á kaffibarnum og borga, þú veist, 190 skall fyrir eina helgi þar. Ég sérstaklega býrði í Urriðaholti eitthvað. Fargjald í leigubíl, fram og tilbaka, heil helgi, tökum það með að tökja stationhelgi, 5 föst laug, fargjald fram og tilbaka, þetta er orðið í leigubílnum, þetta er orðið flug, þetta er orðið gjaldið sem voruð að borga með Vissir. Þetta er orðið meir en flug. Já,
þó að sé bara ein leið, bara heim það meira en flug þannig kemur byrja í Keflavík þannig að þú veist, reikningsdæmi segir sig alveg sjálft hérna. Já, þetta og bara í hvaða land sem að því að þú veist, pældi í að fara 16 evrur, hvað þetta, 2000 skall? Já, ég meina, já borguð 2000 skall fyrir 2 bjóra og 2 finnur brenga þetta segir sig já, sko, og þú veist, þess að þú byrja í Keflavík eða eitthvað, paldi, þess vegna eru ekkert nætili við Keflavík, fólk fer bara út sem er eina góða að búa það fullir virðingu já, ég reikna með því en Ásbrú alltaf verið en já, ég veit ekki, mér fannst ekki þú veist, ég ætla ekki að, mér fannst þú veist, ég hefði alveg vilja vera lengur já, vika, 2 ég geti alveg tekið sumar eða sumar á Ítalíu getur farið hans út fyrir já, bara hangið bara til Valencia já, mér líst vel á þetta ég er búin að vera á leiðin út skemmtileg ferð mjög lengi, ég er mikið löfund og sérstaklega eins og sé ég veit ekki hvort þú ætlaðir ekki að tala um það ekki en ég er svona að spyrja ég heyrði eitthvað frá Lamborghini ferð áðan hann úti er það nei, það þarf ekki það nei, en þú fórst í Lamborghini það ekki, varstu ekki að segja það? Ég sá á Lamborghini sástu Lamborghini, það er náttúrulega ég bjó í sko Modena fylki þar sem að þeir smíða Lamborghini og Ferrari þú bjóst þarna hluti Enzo Ferrari var bara frá bæ nálægt sem ég bjói og allir traktorarnir Lamborghini það byrjaði sem traktorafyrirtækinu þannig að bara allt sem er svo bara Massey Ferguson já, minnst það flott sko en svolítið svona veglegt að vera að keyra á einum svona góðum Lamborghini traktor með logoinu og öllu sko en ég er búin að vera á leiðin að fara út mjög lengi ég fór í skíðaferð en það er einhvern veginn ekki með finnst mér, þú veist nýlega hvert með Bíddu Þetta voru með sig þú kannt þetta Þetta var verið að syngja ógeðislega gaman ég fór á leik ég fór á körfuboltaleik í Flórida já, þú varst í Flórida já, það er nú ekki margt að segja það eins og sem eins og bara í einhverju svona lokuðu hverfi ég skilur þetta er kannski öðruvísi heldur en Station í Milano en ég fór svona á körfuboltaleik og þetta er ógeðislega skemmtileg íþrótt og það var svona svipað það er gaman að horfa á körfubolta ógeðslega gaman fyrir ADHD fólk og allt það gengur alveg svo hratt þetta er körfubolti, þetta er handbolti eða best fyrir okkur og ísokki líka við vitum það vitum við en sko það var svona svipuð upplifun sko það var nefnilega það var svona hvað heitir þetta bjöllukarfa eða eitthvað svona þú veist hann kastaði boltanum þú veist Orlando Magic voru einu stigi undir og voru í hann kastaði körfuboltanum og þegar hann var í loftinu þá fór bössarinn og svo fór hann inn og þá komust þeir einu marki yfir og leikurinn búinn þannig að það var allt vittlust á heimavelli ógeðslega gaman ég fór beint að kaupa bólinn þú var sundur áhrifum Orlando Magic heldur það sé en það var svona kannski það og svo var maður bara að chilla ég fór í Disney World það var allt þetta var nefnilega, mér fannst sko fyrir mér að því að ég er sammála sko, þetta var því jólinn hjá mér var eiginlega bara bundið við vinnu sko, ég bara vann öll jólinn og líka áramótin og milli jólinn í árs og einhvað búin að vinna þér inn fyrir einni station þannig ég var búin að vinna mér inn fyrir þessari ferð og hún var svo vel metin að fara í svona góða ferð og veistu hvað líka, við borðum ekki það mikið í þessari ferð en það er líka áhugaverða þú veist, að þegar maður horfir alltaf á það er alltaf verið að tala um kolvetnin og Ítalíu og þú veist, þetta sé bara pasta og pizza og einhvað sem þetta er að mörguleiti líka en ekkert af því, þau eru ekki að fitna máli er, viðstu, af hverju þið fitningi að því að sko við Íslendingar og bara, þú veist eiginlega við Íslendingar við sökkum svo mikið og þarna kom hlussan í mér þú veist, þeir voru bara hissa á mér sko. þeir skildi ekki í mér þú veist, risin ekki að fæða sig ég var alltaf eitthvað, so when are we gonna eat dinner, það er bara ástæðan fyrir því að Ítalinn og suður-evrópska fólki þau er ekkert feit en þú sér hvað ég myndi passa vel í þetta þú myndi passa fullkomlega inn í þetta en máli er, þau narta alltaf
það er alltaf einhverja pilsur og einhverja kjöt og eitthvað, ostar, formaggio, ostar og eitthvað, það er alltaf einhvað þannig allstæðar sem þú ferð og svo bara nartað. Að meðan ég held alltaf ég verið í stanslausum forrétt. Og já, hvernig er megin? Já, hvernig er antipasti hérna? Svo eitt skýti sem ég var bara eitt kvöldið, so when are we coming fyrir dinner? Það bara, við erum búin að vera hérna smá ólífur og smá hérna og ég einhvað. Þannig ég þyrfti eitthvað svona að færa, ég hlussan. Whisky sour, white russian, þetta máltíðir. Þetta máltíði fyrir marga, ekki mig, að þegar ég þurfti að fara ég þurfti frá að hverfa eitt kvöldi og setjast bara einn niður á einhver písastað og panta með pítsu og borða Já, og bara svo komum við sterkur tilbaka aftur það bara voru, ég bara I was eating þau bara, what? En sko eins og slíka sigurneslinn á þeim þess að þetta er spurningum dessert, svo fara þau ekkert heim að horfa á Netflix og haka í sig nammipók Nei þannig að það er líka munur það er ekkert verið að lífa sér þetta nammipartí og það er, ég get sagt það ég sá ekki neinstar einhverja sjoppu með einhverju súkkulaði eða nammi eða snakki eða einhver nammibar þetta er sjoppa sem er bundið við einhvers konar, þú veist, bar oft nú ferðin sjoppa, þar getur þú veist, það var sígarettur í háum haft þú veist, kveikjarar og annar munur, þau fá sér kannski eina kúla gelato við fáum okkur bragðari og við fáum okkur líka 5 kúlur ef við ætlum að fá okkur þetta gelato-partí bragðari með Snickers, Mars og kókosbollu og einhverju kökudegi og þetta er bara kunna sér hóf, ég menna það fær sér engin tvöfaldan espresso í Ítalíu það er alltaf bara einfaldan og svo kannski bara frekar klukkutíma setni farið aftur einn espresso, ein evra komið þannig að það er ekkert verið öfganir eru svo litlar það með að við lifum í öfgunum og ég held svona og því ég hugsa þegar fólk er ekki að spá einhvern svona ætli ég árið 2026, ég veit að við erum komið alltaf langt inn í janúar, lengri inn en þetta er fyrsti þátturinn okkar, þannig að þú veist, ætla ég árið 2026 að vera einhver típa ætla ég að fara á, þú veist, Ósambik eða ætla ég að vera partur af þessu eða allar gusurnar, fólk er að gusi við sig Gústi Bakari heldur gusur það er gusað Gústi Bakari gusar mikið og Gústi gusa mikið ég er á leiðinni, ég ætla að fara já, og þetta er eiginlega voða næs og allt það en ég held svona gott bara svona til þess að koma sér andlegt jafnvægi og líða vel án þess að þurfa að hætta að drekka eða fara á megrunarlyf eða annað, flytja bara til Ítalíu ég veist að það sé bara megrunarhunda fyrir sig að maður detta bara beint inn í kúltúrin og bara, nú ætlum ég bara að hætta öllum öfgum og ég ætla að detta beint inn í the Italian cuisine of culture þú fylgir bara þeirra feeling og ert ekki að fara út fyrir, þú ert ekki að stelast í 5 kúlur skvættu aðeins á mig já, þarna smá freyði sko ég aðna en það ert ekki sammála, þetta sé ekki gott ég er sammála og ég hef heyrt að korni úti sem notaði hveiti sem fer þá í pasta og pítsur sé í alvörinni öðruvísi heldur en monocrops úr Bandaríkjunum ég hef heyrt það í alvöru að bandaríska hveiti sé bara eitthvað erðabreytt tjúla, er það hveiti sem við erum óði okkur í það? Ég veit ekki Dominos potið hveiti á Íslandi er innflutt það er til íslensk hveiti en ég veit ekki hvernig staðan er hér en ég var duglegur að prófa og ég prófaði pilsur þarna sem ég myndi aldrei prófa það ég fekk mér þarna, réttum mann ég ekki neitt ég er ömulegur í þessu minnst það flott yfirferð en víkingur gaf mér eitthvað þú veist, á leiknum þá bara borðaði þetta og ég ætlaði eitthvað að fara kvarta, hann bara heyrði, þetta er bara það sem við borðum á þessum leik og það var einhver, þú veist, pils, einhver kjöt sem var bara Þetta var sjoppumatur sem var bara eiginlega bara upp á sem hefði unnið þennan götubita hjá þarna ég Robba Sköllóttur Kronik bara any day, any night sko Nei, bara sko lettilega og sko það signa líka reyna svona margir á Ísland að byrja með eitthvað ítalst svo ég er að horfa hérna á móti veður einhver staður sem heitir Aperó og því það er allir að reyna eitthvað Veistu hvað ég fatta af þeim börum sem ég fór inn á þar ég get sagt ykkur það sem hefur tekið svona best á Íslandi með að líkast einhvers svona stað Vínstúkan ég fór inn á fyrsta kvöldið fór ég á stað sem að í raun og ég veit að Óli Óla og Steinar með 2 ærum hefðu sko orðið sko ógeðslánaðir og þetta ég meira að segja þarna var fólaldakjöt sem var bara svo ég borðaði ekki einu svona hæstakjöt ég hef komið fram í þessum þætti ég úðaði þessu í mig, ég bara vá hvað þetta er gott fólaldakjöt er svo gott Heyrði, og það er bara fyllt þú veist, þannig að ég segi mér finnst eiginlega Vínstúkan eiga svona
þú veist, fyrir utan verðin, en það auðvitað bara íslenska hefðin, skiljanlegt að fyrir utan verð, að þá vínstúkan svona næsti sem kemur af einhver svona ítölskum svona já, sko, andrúmslofti, feelingur og maturinn líka já, 100% þú veist, það er sko það verið svona narta já veist, það ekki verið að hakki sig steik og bernes það ekki forréttur, stór aðarréttur og 20.000 ískúlur og súkulæðkaka með og sko svolgra niður með bjó eða svona þungum jólabjór eða eitthvað nei, sko, ég nefnilega og það líka, sko, þannig hefði getur verið að drekka stóra bjóra heldur það bara svona litli glasi, þú veist, það allt svo penn og með stórum haus og það náttúrulega sko, það sem að Bretar og svona og margir kanar fattar náttúrulega ekki og Íslendingar líka og Íslendingar þá sérstaklega bara, sérstaklega að þú veist að þú kaupir kannski bjór á 3 €, hann ekki það stór hann með stórum juicy haus og þá náttúrulega halda margir bara hvað er að svindla mér eitthvað en hausin til að verja bjórin halda hann kolsýrðum og þú kaupir bara miklu fleiri þannig að botnin verður ekki þunnur ógeðslur og volgur botnin aldrei náð botnin aldrei náð aldrei á Ítalíu við erum á leiðin til Ítalíu og það ekki allt fyrirgefið það bara eitthvað shit, ég var hellar í gær og það bara já, þetta er mikið upp á áframstemning og sem mikið bara ekki, heyri ætlar að tala um þú veist, syndiðinir í gær það komið nýr dagur í dag nú bara búum til nýja syndir nú reynum við að gera betur, ef þú gerir ekki betur ekkert mál ég sagði á hann Valencia, ég meinti Verona en allavega, ég var að vinna sem þetta gott að leiðrétta það bara, annars það er svo mikið af Italia files á Íslandi sko. og Pito files, en sko máli að ég ég var að vinna á ítölskum sundlaugabar þegar ég var 18 ára á Ítalíu varstu poolboy? já, poolboy okay. og svo á kvöldin þriðjudagskvöldin var mojito kvöld þetta var bara á kvöldin sko. og þá stökk ég bak við barinn byrjaði bar reynslæðin þarna? já okay. þetta vissi ég ekki, news to me þetta var fyrsti barinn síðan og sko sundlega eða svona, ég mætti þarna og svo var ég bara að lappa sópa eins og horfa á svo var vinur mig með mér, hann Bensi og hann ljósarður, bláeður og það mætti oft svona stelpu hópar bara alltaf skoðan, það sem sagt spurðist út að það væri ljósarður bláeður og það var bara komið að skoðan eins og bara í dýragarði og hann var náttúrulega hann var the shit að núti var hann að fá það? Nei, en hann svo bara skynsamur og rólegur maður hann var nú ekkert að nýta sér þetta eins og margir aðrir hefði gert sko. nei. En ég reyndi bara að góðsa þessu fyrir hans hönd það var ógeðslega ég var í sama bæ og ég var skiptinum í þannig að ég átti fullt af vinum en við duttum beint í eitthvað jam og alls konar drekka grappa fram eftir kvöldi alltaf og fram eftir nótti og við vorum bara einir íbúð það var ógeðslega gaman, en sko þar að því að tala um gæði matarins í hádeginu, það var alltaf að vera að panta piadina sem einhvers konar svona samloka svona panini piadina og ég var að hendi þetta það var bara brauð, geggjunæs parmaskinka einhver ógeðslega næs mozzarella eða buffalo þetta einfaldleikin eða burrata og svo og þetta ég hugsa reglulega um þetta ennþá bara með því betra sem ég smakka þetta var ég að henda í á einhverjum sundlega bar í pínlitlum bæ skilur við, allt upp á 10 alltaf upp á 10 í Fanano, mér langar að það var líka, ég ætla líka ég verð að segja og það var glæpamaður, það var glæpamaður sem átti staðinn og einhvern tíman þá þetta er allt sem að bundi við og hann keyrist sko alveg sósaður til Bologna sem var þarna nálægt bara að sækja sér dóp og þetta var alvöru glæpamaður, borgaði svart og bara allt eins og að vera Giovanni ég nefnilega þarna síðasta kvöldið núna hjá okkur Víking þá fórum við að þið vorum ekki að segja Notsi og Notsi vorum við þreyttur og ég get eiginlega sagt það að Rosanna konans sem ég iðulega kallaði Rosalita eða Vaseline óvart Vaseline þú veist, ég bara náði ekki nafnunnar en konan hans var mjög þreytt á okkur henni, þú veist, þetta var eiginlega spurningu það að þetta orðið piparspray í endan þú veist, hún beitt okkur piparspray ef við hefum verið einu nótti hvað var það að gera? þú veist, við vorum bara fyllir þú veist, og Notsi maðurinn þú veist, sem náttúrulega maðurinn hennar þú veist, hann var hann dætt í það með okkur og hún þreytta því að fyrsta kvöldið, þá fór hann sko bara þá skammaði hann það mikið að hann náði ekki að sofna þannig að hann fór á vökun í vinnuna sko, þetta maður sem vinnur við að færa mörg 100 milljónir evra á dag í bílastæða einhverju atriði en þið sjáu það konur og kallar að það þýðir ekki að væla því þá fara menn bara á vökuna ekki skamma herran ykkar, leifa hann að taka þetta út og sofa en allavega, svo var þetta orðið svona vesinn á okkur en við endum alltaf síðast kvöldið þá ég var búið á lokundum börum
og þá bendir Víking eða notsi okkur á að fara á stað sem heitir Maradona Diego og þar þarna, og það bara svona lítill bara stand sem selur bara svona samlokur bara mjög góð samlokur, 10 samlokur, nokkra bjóra og smá vodka við fyrir þangað að búa að loka honu þannig við fundum annar stað það stóðum við Víkingur drukkum einhvern ógeðslega vodka ógeðslegt viski, borðum 2 samlokur allt vodka ógeðslegt voru það vonda samlokur? Nei, samlokurinn voru geggjar það voru upp á 10 og vorum að spjalla fólki við vorum til að pefla 5 bara stóðum einhverju stend að núti þannig að þetta alveg frameftir líka, þetta er jamborg en svona staðir eru bara opnir bara tildulega lengi bara. Það er bara litlega, þetta er bara svona hlöllastand og fólk kannski ekki þetta er bara hlöllastand mínus allar sósur pluss smá bjór, betra kjöt betra verð eiginlega bara allt betra veður en þarna stóðum við þennan stand bara heil lengi, bara spjalla með eitthvað lið sem er að vinna þarna ég segi að ný hugmynd þarna í bankan lálager, ég segi að Víkingur hann þarna sé með svona ferð ferða, hvað heitir þetta? Ferð, bara skipluferð svona pakkaferð fyrir sko Syndasel þannig að við förum og Diggu sem þetta er góður hópur og skemmtilegur hópur það er svona enginn sem að fara að vera með Ultra Milan nei, ég veit engar ágjur það er bara ég fer hinum einu stúkuna bara og set bara með einhverjum feðgum þar sko en sko og bara fólk bara skráði sig og þetta verður löng helgi í Milano sem að hann mun stýra hann Víkingur minnst þetta góð hugmynd? Þetta er 5 til mán svo kemur að hálfa maður heim á sunn á þrið en með ógeðslega góðar sugur en fyrir þetta var sem bara stórkvöldsferð og þarna gaman og bara takk sjárat á Víking bara fyrir það að vera bara bestur og gríns það sem ég þykir vænt hann það er á heimavelli gaman að sjá hann á heimavelli líka erum við, ok, að því að þessi þáttu fór eiginlega svona bara mestmægnis þetta næst þegar við komum þá ætlum að fara að segja við bara þá förum við Syndasel ásins en fyrir mér Syndaselir aldarinnar það ítalska mafían Inter Ultras Milan Ultras ég tek undir það sko en við þurfum líka íslenska Syndasel ásins við þurfum að ég gerði könnun á Instagram, ég veit ekki hvernig það fór sko, fólk var að tilefna alls konar sko en við förum það í næsta þætti, það verður svona uppgjörsþáttur við tókum okkur smá break og ég var í Flórida bara, mér líður eins og ég hafa verið þarna bara í mörg ár má ég spyrja bara svona rétt inn varst ekki orðið smáli að því að nú fór ég sko ég fór eða 3 svar til Bandaríkjana á meðan þú varst bara fram og tilbaka en þetta var mjög þétt í röð hjá mér þannig ég var orðið þreyttur fram og tilbaka en náttúrulega bara vinna hjá mér það er bara alltaf öðruvísi en varst ekki orðið þreyttur á að vera í Bandaríkjunum í smá tíma nei sko ég er orðið þreyttur þetta kultúrleysi er náttúrulega algjört það er náttúrulega bara anti-kultúr þetta er bara, þú veist, en sko máli er að ég er orðin þreyttur að ferðast til Bandaríkjana ég held ég að fara svona 5 sinnum til Bandaríkjana árið sem er náttúrulega kannski fullmikið og æðist að fljúga þarna og fara í gegnum, en að vera þarna ég geti alveg verið lengi Flórida, mér alveg sama bara vera til að þú veist, þetta er næs eina sem að trufla mann er náttúrulega bara að, þú veist að öll hjól haldur fram að snúast heima þannig að maður fer að fá svona ég verð að komast heim og fara að vinna í hlutum sem maður vinni áfram því að tíminn stendur í stað í Flórida og svo er bara allt þetta er bara, svo keyrir maður bara hérna á í Walmart skilur og maður gerir ekkert annað en að fara bara í búð einhvern veginn og chilla á sundlaugabakkanum þannig að þetta er tenni það er Outback Steakhouse þarna, einmitt og svo þetta er bara langt tenni og ég held sér svona að tenni bara aðeins dýrar að fara henni tenni og ég held ætla sér ekki bara status að fara til Flórida ég náttúrulega var bara eitthvað að fara með elda einhvern hóp, sko, fjölskyldu hóp tengda fjölskylduna mína en ég held að það þykir svolítið svona ef þú fyrir til Flórida fyrir ekki tenni þá er það kannski smá svona þessi sko þetta er upgrade þessi er að fara í Universal Studios þessi er að fara í hvað sem þetta heitir allt Busch Garden eða eitthvað og ég fór í Disney World og eitthvað og ég var alveg smá mindblown það hefur farað það í hvað? Disney World það er alveg smá styrla en þessi útkverfi Orlando
þú veist, ég myndi alveg skjóta mig eftir heima þarna, þú veist, eða flytja hvert, eða frekar flytja hvert. Ég hef góða hlut Key West. Já, ég hef heyrt það. Það bara jambær. En Florida, gott að vera þarna, en maður kemur heim eftir nokkra vikur, ekki með eina sögu. Nei, það það. Þú veist, þarna fer ég langa helgaferð til Mílan með margar sögur. En veist hvað líka annað? Mér finnst líka bara þegar maður lappar bara eins og borgir eins og Mílan og þetta og ég sér í bara Evrópu, Suður-Evrópu. Þú veist, bara horfa á byggingarnar. Þú veist, við erum með eina Hallgrímskirkju sem fólk að taka einhverja myndir af London, fair enough, falleg kirkja, en vá. Og veistu hvað ég fattaði? Sagan að það. Veistu hvað ég fattaði? Flestar af þessum byggingum eru byggður upp af homonum. Voru ekki allir svolítið gay hann í gamla? The Realms. Þú veist, var ekki Da Vinci eitthvað þarna? Þetta voru homalingur út í Ég held að hann hafi verið samkynhneigður. Þannig að kúltúr yfir höfuð, allavega í Suður-Evrópu, byggður upp á homum. Og þannig að þetta ílað sannast það að öll góð uppspretta af öllu sem að kemur, sem fallegt, kemur af homunum. Já, og mér stereotypun af homum náttúrulega þessi smekkfólk. Já. Þannig að það segir sér sjálf. En þess að horfa á byggingar sem byrjar bara dítilinn þetta var. Þú veist, vikingu ekki jam fyrir hana, ég held ekki arkitekt. Já, alveg þvílitt flottir með myndaðalina og sko á Duomo og torkinu taka mynda kirkju. Tók mynda kirkju. Að sjálfsög. Já, þetta en ég var ekkert að setja Instagram og svona. En svo fer maður til Florida og ég fóð, þú veist, einhvern írskan veitingastað það. Já, sem ekki írskur. Ég meina, þú veist, það var byggður fyrir, þú veist, 20 árum, en samt eins og hann sé svona 100 miljón ára, það var verið að taka svona írskan dans, það sem að eru með svona hendurnar og sterkdans. Var það sem þú sýndi mér? Myndirnar? Þetta voru svona, þú veist, svona riverdance. Riverdance, já, ógeðslega plebbalegt, sko. Þetta var mjög skrítið í svo mynd. Já, en þú veist, allt svona sem á að vera gamalt í Bandaríkjunum, sérstaklega, þú veist, þarna, splunkunýtt. Og maður finnur það, eins og við töluðum sínum tíma með Irishman Pub, þegar verið að opna bari og reyna að láta lítið út fyrir að vera eitthvað svona ótrúlega gamla, maður veit það, maður finnur það og það feelingurinn í Orlando og ekkert svona alvöru og eins og segi, menningarleysi í rauninni, en ég geti verið þetta endalaust. Með þess að írskiparinn sem ég fór út í Mílan, hann var örugglega svona 100 ára gamall. Að minnstakosti, bara á sama kennitala þess vegna, sko. Þú veist, hann rúlar. En ég meina allt í góðu, einhverstað þarf hlutindur að byrja. Já, en við erum náttúrulega bara að tala þú veist, eins og staðin í dag, þá viljum við fara frekar að skoða alvöru stöfið, sko. Auðvitað. Við viljum skoða stöfið sem homandi búið. Ég fór einhvern tímann á bar í London sem frá, þú veist, 1600 og það búið að vera bar þar alltaf eða eitthvað. Þú veist, þú toppar það ekki. Nei. Herru, ég var að fara míga. Já. Stuttpása og svo komum við tilbaka. Yes, sir. Forza Internazionale. Andiamo ragazzi. Já, porco dio. Ég ætla samt að koma eitt þarna. Þú sagðir daginn að það var ekkert vinsælt að segja porco dio. Alls ekki. Ítali. Það bara allir segja það. Já, í glæpastarfseminni. Ég og mínir menn, ultrasmenn, auðvitað sem við porco. Já, ég er að segja það, sko. Ég var samt líka með svona snobbuðum ítalum. Þeir voru líka bara porco. Þetta er ekki sem að breyta síðan ég var. Já, það er eitthvað kultúrbreyting. Það er komið langt. Það er eitthvað menningabreyting. Þetta er samt alltaf með blótsóri. En ég meina, þú veist, svo er þetta, já. Þau venjast alltaf. Þú veist, við vorum að syngja söngu að leiðin á leikin sem var bara, þú veist, ég reið mömmuðinni. Þú veist. Já, einmitt. Og ég hló og skildi ekki neitt, bara og þau bara, það er verið að tala að segja ríða mömmuðinni eitthvað. Ok, ekkert mál, þú veist. Menna í últra. Ég er þar, bara. Herri, segju. Herri, já, ég var að taka lofa last. Já. En hvað varst þú að tala um á einhvern stað sem þú varst að eitthvað koma inn á eitthvað? Staria. Það er nýr staður opnaður niður fyrir læk sem ég hef ekki náð að fara á. Bara út af því við getum verið hérna. Er þetta að fara líka við læk? Og Staria. Hvar? Og Staria. Hvar er það? Þetta er þarna, hann er niður fyrir læk, einhver starf við, ég hef ekki hann farið. Símon, hvar er hann aftur? Þetta er hlýna kaffe og lei, já. Þetta er, voru þau ekki líka að taka við kaffe og lei líka? Eða eitthvað. Þetta er það sem að brút var og þar. Og er þetta Italiano? Þetta er Hafnarstrætið, eða ekki? Nei, er þetta ekki bara Hafnarstrætið? Sama gata og Tres Logos. Já, þetta er Hafnargata, eða eitthvað. Já, eitthvað. Hafnargata. Hafnarstræti, já.
The Boomkicker var og þar var gaman og Boomkicker, oj, það var ekki stuð já, frýtt að drekka drakst og drakst, svo drafstu áfengistöðu í klukkanum nýta heyri, þetta heitir ekki Osteria, Símon Osteria já, Osteria Bar já Osteria Baro, já. Þetta sem sagt að þetta er þetta gott nafn, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg. Mér finnst þetta tilgerlegt. Svolítið. Ok. Má sjá. Hvað heitir þetta? Osteria Bari. Ég veit, mér finnst þetta tilgerlegt. Svolítið. Já, mér finnst þetta smá, já. Og ég mun aldrei muna. Nei, ekki heldur. Þetta dóttur mér núna. En þetta samt bar sem að Robbie Kronig og Einar Guðmunds líka og maðurinn hans sem þeir eru svona grafískir hönnir, listamenn listauðnendur svona bín í húi já, svona þú veist þetta er alveg svona þú veist, já brett upp á buxur já, svona, ekki samt alveg svona fjallsraven, reifen já, meira svona þú veist, það er ítalsku stíll yfir þeim eins og nafnið segir þú veist, og þeir eru mjög stílhreinir það er allt mjög stílhrein og fínt, við þurfum að kíkja þarna ég er búin að heyra góða hluti en nafnið finnst mér tilgerlegt en þú veist, það er bara það er maturinn sem skiptir máli maturinn sem skiptir máli og ég vona að Robbie Kronig sé ekki mikið að baka barina því hann er fullkomlega frábær bara þjóð þú veist ekki nei þannig ertu með lof og last eða? Ég get eiginlega ekkert lasta sko það er bara búið að vera gaman hjá mér þannig ég á mjög erfitt með að lasta en þú getur auðvitað lofað ég get lastað konunni sem var að því nú flög ég með EasyJet og ég get eiginlega lastað konunni því þegar vorum að tjekka þú getur rétt, við vorum svo aðframkomnir þegar vorum upp á flugvelli voru þið búin að gefa hans í það eða? Nei, þegar vorum upp á flugvelli sko leiðinni heim en við fengum okkur samt McDonalds og bjór pældi því ég með lof þar á eftir en það er konan sem lét sko sem ætlaði sko ekki að leyfa 1 sentimeter á töskunni minni að duga, þannig ég þurfti sko að taka úr töskunni eða vikingur þurfti eiginlega að taka úr hjá sér og svo þurfti að taka og þú veist, ég vissi það bara, veistu það pældi að vinna svona vinnu við það að vera að tjekka inn fyrir lággjaldaflugfélag ég held að eina sem þú getur gert til þess að lifa í starfinu er að vera svona flexible allavega á sentimetra þú veist, að þegar ég veit ekki ég hugsa fólki sé ekki á sölulaunum fyrir þetta. Það er bara málið, samt er þau með posan posin er upp úr öllu valdi að flýja hann er búin að bara svona gróa við hendina þeirra þannig að þú veist, ef þau eru á sölulaunum þá skilja þau hljóta það hlýtur eiginlega að vera að því að ákafinu það mikill, en munun er samt og þarna ætlum ég að gefa okkur Íslendingum samt aldrei gaman þegar vorum sko að fara inn þegar vorum í Keflavík enginn að spá í þessu það er ekkert verið að spá í einhverju svona það er bara og ég held líka, minnst líka bara fyrir að því að nú er sko syndaselir nú er þarna við á leiðinni út í Mílana þú veist, EasyJet, ofta sé þetta bara kannski svona klukkutíma, 1,5 tími þetta er ekkert mikið af mjög löngum flugleiðum hefum, þannig kannski 2 tímar veist, þetta eru 4,5 í flugleið, í flugtíma veist, maður er alveg svona í EasyJet, það er langt það er mjög langt á leiðinni heim þú veist, sérstaklega eftir sko sóbrill og gaman sko en nei, ég er bara svona leiðinni þú veist, það skifið meira slekk þannig að Blastifær, konan eða fólki sem er að vinna við að tjekkinu EasyJet í Mílan, ekki Keflavík og sko, og ég nefnilega, þú veist, fóð mér SAS til Köpen nýlega og þar var ég með bara svona carry-on og þarna rölti ég þú veist, á leiðinni inn í rampinn og það var einhver gæi bara eitthvað hendi posunum á mig bara að ég svo vel af því að ég var ekki með SAS af því að nei, það var handlöngist samt á hjólum og hann bara gjör svo vel posin og ég bara svona lappa upp að þessu helviti og hefur nú verið stuðari því er þú að lasta líka núna? Já, á SAS á Leifsstöð þannig að ég lappaði þarna inn, hann posi í andlit þannig að ég tek bara töskuna og bara jóðlinni onni hérna þetta sem að maður mælir töskunar í smellpassar onni og hann þarf bara að
taka posan burt og hann sagði reyndar I'm so sorry, þetta var svolítið aggressív, það var svona þetta verið sver, þetta lyktar sölun þetta lyktar á sölunum, þarna ætlar hann að reyna að græða á og ekki eins og spurja mig, heldur bara að gera svo vel þetta svona korter í random reikningin á heimbónka og sem að þarf svo að við fengja fullkomlega óbærlegt og alltaf lasta það ég með last á ég hugsaði daginn einhvern tíma satt ég með strákunum og kannski 3 eða eitthvað svo kom 4. vinurinn og þá svona klöppuð allir svona happy hour, sitja á happy hour það joinar einhver happy hourinn og allir svona eða klappa fyrir nýjum sem kemur, hefur þið séð þetta? Þetta finnst mér ömurlegt þannig að ég ætla bara að lasta þetta er lúðalegt þetta er ógeðslega lúðalegt og þetta er svona taktu fyrir eitthvað ítöskulegina sem við ætlum að vinna með núna alltaf það sem ég er náttúrulega orðin últras þá er þetta að sko bara frekar að standa upp hver kossakinn faðma liðlega og sestu taka hlýlega á móti miklu fallegra heldur en að taka einhvað velkomin og komið með svo 4 happy hour bjóra í þig þetta er, þú veist, nú er bara hjá okkur syndaselum okkur 2 allavega nú er það bara þessi leið, bara þegar við hittumst það er bara 2 blíðlega kossakinn blíðlega tekið utan annan og svo bara gaman að sjá það skam minn hvað segir þú? Og svo svona af og til að klappa hvernig annan svo rífast aðeins og sættast. Því að máli, ég er búin að miskilja, Víkingur hann er alltaf gert þetta við mig, þannig ég tók hann að siðið fyrir honum, en svo voru nokkri sem hafa kvartað við mig, þú veist, þarna þú veist, við erum að tala um Rapp Svansson, Dresi og fleiri svona vinir, og því ég er svona ætla að vera blíðlegur kannski við, og kannski hef ég gert það við þig líka, bara við vinið mína marga. Þú reyndar ekki gert það við mig. Það sem ég teki og held ég sé, og svo er ég bara að berja það, ég bara gefa þeim á kjamman, sko, þannig ég þarf að æfa mig, ég ætla að prófa þetta að því að Rafni núna, talandi Rapp Svansson okkar, maður, hann var að labba fram í núna, hann vinkaði okkur, já, ok, leiðin á skál í Lönns, hann er hérna, þannig ég ætla að hitta hann á eftir og þannig ég ætla að taka svona blíðlega af því að sko, það er líka kontekst sko. En þetta held ég sem búin að vera blíðlegur svo horfi ég bara skelmi svipin á þessum vinum mínum bara halda þetta svona smá ógnandi sko. Svona, ég kalli minn allavega Heru, ég er með annar last er sko þegar það er ekki sýnt verð á menju kannski tók ég þetta seinast en ég bara það er óbærlegt þegar það er ekki verð á menju það er bara það ekki einhvern svona USA-atri sem að lendri ég lendi í sema og mér langaði bara að kæra staðin en svo er lof ég held að sé svona ólögt já það alls ég veit ekki meira um því ég ætla ekki að fara í það sko. Nei, þetta er bara last og það er bara þannig lof á Logamá hlustandi þáttarins listamann, hann var að gifta sig núna í sumar, já, hann held þarna brúðkaup og flott, ég sá það já, mér finnst þetta svo skemmtilegt þau eru svolítið cool þessi hjón nú hjón og mér langar bara að senda svona brúðkaupskveði eða svona brúðkaupskveði þau og líka fyrir það bara að þau heldur ekki cool brúðkaups já, ég er að segja það þau heldur þetta í 12 tónum ekki 12 tónum, jú 12 tónum, ekki? Já, ég man ekki nákvæmlega, en þetta var einmitt eitthvað svona öðruvísi venjúi niður í kjallara þar eitthvað töffarskapur það var svona aðeins öðruvísi það var ekkert eitthvað salur í grafarholtinu nei, en ég held að Beisla sjálf hafi verið í Ásmundarsal sem er líka mjög cool sko. Já, 100% flott hjá þeim, til hamingi þið Rebekka og Logi algjörlega og eitt lokalast ég er sem sagt ég get ekki drukkið Hilkjakaffi og ég hef örgulega lastað þessu áður því ég hata Hilkjakaffi og sama hvað það er eins fancy og það getur orðið þá bara er mér skítsama og ég fór að tjekka á af hverju þetta fer svona illa í mig ég fæ í magan á Hilkjakaffi og ég fæ ekki koffín boost og mér líður svolítið svona miklað ég tjekkaði á hverju og það sem að að þetta er sem sagt algeng kvörtun yfir Hilkjakaffi og það sem þetta getur verið ég er með þetta hérna bara svona, ég veit að pottið einhverja hlusta sem hefur lent í þessu aður en það er sko, þetta er alltaf gert úr plasti þessi pods og það sem sagt er bombaðið svo mikil hiti í gegnum það að það geta fyllt í alls konar aukaefni sem er í plasti þetta er ekki lagi og svo er það vond líka þetta er fyrst og fremst vond og svo sem sagt eru vélarnar rosalega flóknar og ég veit ekki hversu auðvelt er að komast inn í þær en þar eru mikil óhreinindi og það er svo mikil rak í vélunum þarna getur myndast mygla það viljum við ekki þannig ef fólk er veikt, það er svona viðkvæmt fyrir því þá er það ekki séns og svo einfallega eitthvað sem heitir mycotoxins þetta er sko mögulega að hafa áhrif eins og plastik getur haft áhrif á svona eitthvað estrogen pælingar
og svo eitthvað hérna sem sagt kaffið sjálf þau kaupa oft í bölki bara eitthvað ömulegt kaffi, sama hvað þau segja og ódýrara og lélegra kaffi á það til að sem sagt verða enn og aftur viðkvæmara fyrir myglu og ef það fólk viðkvæmt fyrir því þá þetta líka ástæðan fyrir það svona hylgjukaffi fyrir því þannig að bara ég fór að kynna mér þetta og svona ég hef alltaf verið illa við hylgjukaffi en núna var ég bara svona pirraður út í hylgjukaffi. Þetta heldur lengsta last sem við fengið að vera, það hylgjukaffið og ég vil bara, því ég veitir ekki þú ert ekki það sem að hlusta bara fáum okkur kaffi sem alvöru, skulum ekki vera með þetta bull og bara góðu bolli þannig að og núna ég veit eitthvað, ég mæli með bara að kaupa sér þarna bara góða kaffikunni fylla bara vel í af bara góðum braga kaffi bara eiginlega helst ulur bragi hætta þessu bulli setja lítið vatn og drekka þetta bara rótstert og helst eða þannig að það sé byrja bara orðið svona ylvolt nú getur bara skvett í þig en þú segir, þetta baunasafi sem það þarf ekki að flækja en þannig að það var last en annars ferskir ég var að setja á Instagramið okkar ég var að spyrja varstu búin að lofið það? Já, það var bara logi það var logi, einmitt, flott lof ég búin að setja inn á Instagramið okkar sem verður þá líka á morgun eitthvað, þegar þátturinn fyrir loti hver var syndasilfur ársins að ykkar mati og sendið inn við ætlum að fara við það í næsta hætti auðvitað ætlum að gera það ég ætla að klára bara að lofa ég ætla að lofa að ég ætla að lofa okkur Íslendingum fyrir að vera bara þarna ég eiga til að vera að geta hliðra til alltaf með töskur öllu bara það er rétt við erum sveigjanleg það er eiginlega eitt að fá að góðu sem við höfum hvað við erum sveigjanleg og það er stórt og það er íslenski svipurinn sem maður gefur stundum sem svona come on svipurinn og þá er heimannski bara ekkert mál leifum svo þannig að það er lofið svo ætla ég bara að klára þegar þátturinn er búin að vera til einhver þessari Ítalíuferð og Inter þá er náttúrulega lofið fær náttúrulega mínum enn Inter og Víkingur Kristjánsson það er eiginlega bara lofið fyrir bara að líka að koma flytja til Íslands með þetta með þennan huge menningabakgrunn sem er Ítalía og í raun og veru að það haldi sig við því að vera bara fuck it, ég held áfram að vera bara með mitt og umbera og umbera okkur og mig Sóðana. Og mig Svenna það er huge líka sem að faðmar með klappinu sem að faðmar með því að berja fólk þannig að það er Víkingur Kristjánsson fær lofið hjá mér 100%. Ég veit að hann ekki hlusta á okkur skiljanlega þannig að það er bara gott hjá honum en ef einhvern er að koma til skila þá bara gerir ég svo vel ef ekki bara þakka fyrir okkur takk fyrir okkur Guð bless Ísland, heyrumst næsta